Góðan daginn. Þá er komið að kafla 6 og í honum verið að fjalla listir í lífi barna og barnamenningu sem eru mjög mikilvægi þættir fyrir þroska og uppeldi. Börn hafa mikla þörf fyrir náin tilfinninga og trúnaðartengsl við uppalandi sína. Það er mjög mikilvægt. Og í gegnum aldirnar og ennþá mikil áhersla á vitsmunalega þátt persónuleikans á kostnað annarra þátta sem eru til dæmis eins og félagsþroski, tilfinningaþroski og siðgæðisþroski. Þetta eru allt hlutir, kannski ekki að kalla þetta hluta. Þetta persónuleikin verður að fá að þroskast með þessa hluti líka vegna þess að barn sem bara er mjög greint en getur ekki átt í félagslegum samskiptum, hefur ekki áttar sig ekki á því hvað er rétt og rangt, hefur enga tilfinning, á ekki neinu tilfinningatengslum, það er barn sem þroskast ekki eðlilega, en það getur verið mjög vel greindarlega statt. Þannig að við þurfum að hlúa að þessum þætti líka. Börn hafa ríka sköpunarþörf. Það fyrir svolítið eftir aldri hvernig þessi sköpunarþörf birtist, en það er okkar uppalanda að hlúa að þessum þáttum. Talið er að frelsi og möguleikar til að skapa og leika að það stuðli að betri geðheilsu meðal barna og það færist með upp á fullorðinsárin og það er náttúrulega það sem við erum alltaf að spá í. Nútíma uppeldi, ef við fjöllum aðeins það, það er einhver fræðikall sem heitir Ervaf Witkin og hann fjallar vandamál uppeldis í nútíma samfélagi. Og hann vill skipta þessu í tvennt, það er annars vegar ytri heimur og hins vegar innri heimur. Í ytri heimurinn þar er allt sem heldur áfram að vera til, hvort sem ég er til eða ekki. Það er allir þessi efnislegu þættir. Innri heimurinn, þar er maðurinn er einn með tilfinningun sínum, hugsunum, skynjunum og draumum. Það er allt það sem er hérna inni, allt það sem hér fer fram. Meðan að ytradótið er bara, eins og þið bara liggur í augunum. Og því tæknivættari og flóknari sem efnisheimurinn er, því meiri hætt er á að innri heimurinn fá ekki eðlilegt svigrúm og þroskaskilyrði. Og það er akkurat þetta sem við erum að tala í sambandi við listir og annað, að barnið þarf að fá að þroskast í gegnum það líka. Ein leið til að þesta börn á þroskabrautinni er að venja þau snemma við að taka þátt í listsköpun og kenna þeim að njóta lista í ýmsu formi. Börn geta áttað sig á eigin umhverfi, stöðu sinni og tengslu við annað fólk í gegnum listir. Það er hægt að kenna svo ótrúlega margt til dæmis með því að teikna og í fyrirlestrinum sem ég er með hérna líka og er undir vikunni líka, að þá er ég að fjalla sérstaklega teikningarnar og hvað er hægt að ná fram með teikningunum. Fegurðarskyn barna þroskast við að fást við listsköpun. Félagsþroskinn örvast við listir og skapandi starf. Tilfinningaleg upplifun fæst í gegnum listir og þroskar þannig innra líf. Og Guðný Guðbjörnsdóttir sem er prófessor upp í HÍ, hún í uppeldis- og menntunarfræði, hún leggur mikla áherslu á að jafna möguleika allra barna til að njóta listar. Að það sé mjög mikilvægt að list eða listir sé ekki einkaeign barna sem eiga menningarlega sinnaða foreldra. Heldur börn sem ekki eiga menningarlega sinnaða, ef maður orðar það þannig, að þau hafi líka tækifæri til þess að njóta lista og þar komum við náttúrulega með skólana og leikskólana, þar koma þeir sterkt inn í. Barnamenningin, hún er eiginlega tvískipt. Þetta er efni, í fyrsta lagi efni sem fullorðnir hafa samið eða útbúið fyrir börn með þarfir þeirra í huga og svo hins vegar efni sem börnin sjálf hafa gert og er gegnum bæði leik og starf. Og það sem fullorðnir hafa verið að útbúa, það eru til dæmis barnaleikir, barnabækur, bækur og flesta skrifar af fullorðnum, það er brúðuleikhús og barnadansar og ýmislegt fleira svona. Það sem fullorðnir er að búa til fyrir börn. Hins vegar eru börn mjög skapandi og þau eru yfirleitt mjög frjó og hugmyndarík og fordómalaus í sinni sköpun. Fordómarnir koma ekki fram, fordómar eru yfirleitt lærðir og það kemur ekki fram í sköpun hjá litlum börnum. Barnamenning er alltaf, og það er rétt að undirstrika það, hún er alltaf í beinum tengslu við það umhverfi og það samfélag sem börnin alast upp í. Börn er ekki að búa til alls konar hluti sem þau þekkja ekkert til. Það ber alltaf svolítið keim af umhverfinu og samfélaginu.
Sköpunarþörf og sköpunargleði barna breytist ekki þrátt fyrir breytta tíma. Þrátt fyrir, ef við erum að horfa bara tilbaka nokkur ár og við erum að horfa fram í tíman, börn hafa áfram þessa sköpunarþörf. Þau hafa þörf fyrir að tjá sig. Barnamenningin í dag er nokkuð hávaðasöm og hefur annað yfirbragð heldur en var. Því nú eiga allir að taka þátt og allir eiga að hafa sína rödd. Og það er byrjað að meta listsköpun barna út frá nýjum forsendum. Það er farið að viðurkenna að börn hugsa öðruvísi heldur en fullorðnir og hafa annað gildis og verðmætamat. Þau eru ekki litlir fullorðnir. Þau eru börn og þau eru á misjafnlega stödd þroskalega og það fyrir náttúrulega líka bara eftir aldri og annað. Og það er aukinn áhugi á barnamenningu víða heim. Þetta er ekki bara á Íslandi sem það er. Sköpunarhæfnin og sköpunargáfan, og það eru ýmsar skilgreiningar til á því. Og það er spurningin hvort þetta séu sammannlegur eiginleiki. Eru allir með þetta? Eru allir með sköpunargáfuna? Eða er þetta sérhæfileiki sem fáir hafa? Þetta er svona stærstu, hvað maður að segja, það sem stærstu skilgreiningarnar eru þetta. Eru allir með þetta eða er þetta bara sumir? Í bókinni talaði J.P. Guilford, hann talar 120 greindarþætti og hann vil meina að þetta sé sem sagt aðhverf hugsun, að það er að leita að einu réttu svari eða lausn, og svo er það sundurhverf hugsun, það sem er stungið upp á mörgum mismunandi lausnum eða svörum. Vera svolítið lausna með þær. Sköpun er allt sem maðurinn býr til, eða barnið, er það sköpun, bara á misháu stigi? Eða er það einungis það sem er nýtt fyrir mannkynið í heild sinni, sem er sköpun? Hvað eigum við að flokka sem sköpun? Svo er talað persónueinkenni þeirra sem hafa skarað fram úr í listum og vísindum. Vísindin eru gjarnan talin með listadótinu. Þetta er það sem er talið fylgja fólki sem skarar fram úr, að greindin er töluvert yfir meðalagi, þau eru hugmyndarík og hafa mikið innsæi, sjá oft óvænt tengsl á milli óskyldra hluta eða hugmynda, þau hafa sjálfstæða dómgrind, er opin fyrir nýrri reynslu, eru efagjarnir, taka ekki allt öllu sem gefið sem sagt, er ekki einstrengislegir, eiga gott með að þola óvissu, hafa fjölda áhugamála, eru hrifnæmir fagurkerar, eru vinnusamir og viljasterkir og hafa meira gaman af flóknum viðfangsefnum heldur en einföldum. En það gæti nú bara flokkast í bara efsta stigi, þannig með greindinni töluvert yfir meðalagi. Það gæti haldist í hendur með því. Sköpunarferli sjálft er skipt í bókinni í 4 hluta. Það er í fyrsta lagi undirbúningurinn. Það er að safna saman upplýsingum, tilgátur kannar og borna saman og þetta er eitthvað sem getur tekið mörg ár þess vegna. Síðan er það meðgöngutíminn, þar sem undirmeðvitundin vinnur á sama hátt og meðvitundin vann á undirbúningsstiginu, nema þar fer allt sem hann fram og maður veit ekki af því. Hugljómun, suma dreymir lausnina eða þeir fá allt inn að lausnina fram í huga þegar þeir eru að hugsa eitthvað allt annað, standa upp frá verkinu og koma svo aftur. Eða standa bara upp frá því og er að gera eitthvað, eins og ég segi, gera eitthvað allt annað og þá kemur svarið. Síðan er það framkvæmdin. Það er að prófa og yfirfara lausnina og ganga úr skugga að hugljóminn standist próf raunveruleikans. Þannig fær verkið í ytri búning eða birtingarhátt og verður sem sagt það skapast eitthvað. Það er dálítið mikið talað í bókinni í þessum kafla verið að tala geðklofa og sköpunarhæfni og ákveðin tengsl þar á milli. Og í bókinni er talað að helmingur þeirra sem skilgreindir eru sem mesta afreksfólk mannkynssögunnar að þeir þjáðust af geðsýki. Og það hefur verið tregða til að viðurkenna þetta, en það hefur ekki enn tekist að hrekja þessar niðurstöður. Flestar rannsóknir benda til þess að einstaklingar með afburðamikla sköpunarhæfni eru nánast jafn úsettir til að fá geðsýki og þeim sem vitað er að hafa erfðabyggingu geðklofa. Og þetta eru taldi upp Isaac Newton, Michael Faraday, Robert Meyer. Og þar sem að þeir hafa verið telja sanni þetta, þá minnast þeir á tvíburarannsóknir þar sem að annar tvíburinn hefur fengið geðhvarfasýki eða skizofreníu og það eru meira en 80% líkur á að hinn fái líka sömu veiki. Jafnvel þó þeir hafi ekki alist upp saman, sem er náttúrulega mjög sérkennilegt.
Og rannsóknir á nemendum með hæstu einkunnir í MR 1850 til 1940 að þar fara saman háar einkunnir og há tíðni geðklofa. Þetta alveg með ólíkindum, sko. Ég með annan fyrirlestur sem hérna teikningarnar og ég ákvað að skipta þessu í tvennt til þess að þetta yrði ekki of langt. Ókei, takk fyrir þetta.